Jæja, þá ætla ég að taka upp kaflann 4.4 sem er fyrir 4. bekk, kynni af rafefnafræði og síðan upprifjun fyrir 5. og 6. bekk. Þar sem við erum aðallega að fara í gegnum þessar reglur hvernig oxunartölur eru fundnar. En þegar við erum með oxunarhvörf, þá erum við alltaf að tala um að eitt efni oxast og annað efni afoxast. Það eru rafeindirnar eru alltaf að fara á milli. Þannig að við segjum afoxunarhvörf, að þá gildir þá að það mun aldrei eitt efni geta oxast nema annað efni afoxist. Og munið þessa reglu þegar við erum með oxun, þá erum við að tala um það að efni missi rafeindir. Og getum við verið með sem dæmi að ef við erum með sink, fast sink, og það kemst í tæri við kopar, þá gerist það að það missir 2 rafeindir og þetta er vatnslaust og hefur þar af leiðandi oxast. Afoxun hins vegar, þá erum við að tala um það að efni fái rafeindir og við erum með þetta afmælisgjöf sem svona þumalputtareglu, að efni sem að afoxast, það fær rafeindir í afmælisgjöf. Og það er þá efni fær rafeindir og myndum við þá vera með, ef við værum með koparlaust og koparinn kemst í tæri við sink, þá myndi það fá 2 rafeindir og mynda fastan kopar. Og erum við þá alltaf með það að í oxun- og afoxunarhvörfum þá er aðalmálið þegar maður fer að stilla það síðan meir, að það eru alltaf jafn margar rafeindir sem að annað efni gefur frá sér og það er rafeindir sem að hitt tekur til sín. Og afoxunarhvörf, þau eru þá summan af þessum 2 hvörfum, þar sem við getum stytt út þá það sem er sitt hvoru megin og fáum þá að sink, að það sem er hvarfefnamegin er sink og kopar, sem að verður þá að sink 2 pluss kopar föstum. Þannig að þetta er oxunar, afoxunar hvarf hér. Og það sem við erum alltaf að velta fyrir okkur, hvaða efni er það sem að gefur frá sér rafeindir og hvaða efni er það sem tekur til sér rafeindir. Og ef við erum með þessa jöfnu, þar sem að rafeindirnar sjást ekkert lengur, við erum bara með fast sink, pluss og segjum síðan að við séum með kopar og síðan fáum við þá sink 2 pluss og kopar á föstu formi, að þá er maður alltaf að skoða í þessum dæmum hvað er það sem að gerist. Hvaða efni er það sem að oxast og hvaða efni afoxast. Og þá notum við þessar oxunartölur sem að ég ætla svo að fara yfir reglurnar aftur, þar sem að við getum sagt að frumefni er alltaf með oxunartöluna 0. Þannig að þetta erum við með þessa oxunartölu. En jónir eru alltaf með sömu oxunartölu eins og jóna eða sem sagt hleðslan er. Þannig að værum við með +2 og værum við með +2. Og hvað gerist þá hér? Erum við með sink sem var upphaflega með oxunartöluna 0, er núna komið oxunartöluna +2. Þannig að það sem sink er að gera, það missir 2 rafeindir.
Og kopar hins vegar upphaflega með oxonatöluna +2 en fer sem sagt niður í 0, sem þýðir það að það hefur fengið 2 rafeindir sem þá unnið á móti plúshleðslunni og atómið orðið óhlaðið. Þannig að kopar fær 2 rafeindir. Og þessu dæmi einfalt að sjá hvað að gera, sem sagt hvaða efni missir og hvaða efni fær. En síðan þegar við erum komið með kannski svona flóknari sameindir, þá þurfum við að vera með einhverjar reglur til þess að finna oxonatölurnar. Og það ætla ég þá að fara í gegnum núna og með það í huga, þetta YouTube-vídeó og það alltaf hægt að setja á pásu fyrir ykkur. Ég komst að því að það ekki mjög sniðugt fyrir mig alltaf að setja á pásu í upptökunni, en hún heldur samt bara áfram. En ég ætla þá að taka út þennan hluta og byrja að tala þessar reglur. En kannski fyrst svona aðeins til þess að rifja upp að efni sem oxast afoxari. Þannig viltu sagt að í dæminu fyrir neðan að já, það sem við erum að segja, eitthvað sem fær 2 rafeindir, það afoxast og eitthvað sem missir 2 rafeindir, það oxast. En fyrir neðan erum við sem sagt að segja að efni sem oxast, sem sigg í þessu tilfelli, þá í rauninni afoxari, af því það að afoxa annað efni. Þannig að sigg hér, afoxari, af því það afoxar kopar, 2+. Það oxast sjálft en afoxar eitthvað annað. Og kopar 2+, og við erum alltaf að skoða hvað að gerast við efnið hvarfefnamegin. Það efnið hvarfefnamegin sem oxast eða afoxast og svo myndast einhver myndefni vegna þessara oxunar og afóksunar. Þannig að kopar 2+ oxari og það af því að það oxar sink. Og erum við komin með þetta orð oxun, að oxun sem bara enska orðið oxidation, í rauninni komið frá oxygen eða súrefni. Og það af því að súrefni, það í rauninni efni sem að oxar annað efni og það afoxast venjulega sjálft. Venjulega oxar súrefni og þá erum við ekki síst að tala málma þegar málmar komast í tæri við súrefni eins og járn og það myndast járnoxíð, þá það, eða ryð sem sagt, að þá það járnið sem að oxast, það missir rafeindir, súrefnið afoxast og fær rafeindir, súrefnið sem sagt að oxa járnið. Þannig við getum sagt að svona dæmi fyrir það væri til dæmis ef við værum með fast járn, Fe plúsið súrefni, að það sem gerist það að það myndast járnoxíð eða þá að það getur myndast Fe2 og 3, þá erum við með þrígilt járn. En myndum við þá vera með það að oxonatölurnar sem alltaf 0 fyrir frumefni, en síðan samkvæmt þessum reglum þá erum við með það að venjulega súrefni með oxonatöluna -2, margfaldur það með 2, af því þetta óhlaðin
sameind eða óhlaðið jónaefni þá summa oxunartalna 0 og fyrir vikið þá þyrfti járnið að vera +4. Kannski hefði ég nú bara viljað hafa þetta svona. Það hafi nú kannski verið meira vit í því og segja þá að við erum bara með -2 fyrir súrefni og +2 þá fyrir járn. Þannig að það þá annarkvort þetta eða þá að við værum með Fe2 og 3 og ef að þetta járnoxíð myndast þá erum við með 3 sinnum -2 og þetta væri þá 2 sinnum og þetta þyrfti þá vera með +3 af því +6 -6 gefa 0. En ég er svona kannski aðeins að fara fram úr mér með því að taka sér dæmi sem þá kannski svolítil upprifjun fyrir þá sem hafa farið í þetta áður. En ég ætla að fara núna í gegnum þessar oxunarreglur, fyrir oxunartölur sem að þið þurfið að kunna utan að. En þetta eru reglur sem leiðum að gera nokkur dæmi, þá festast þær bara einhvern veginn í minni. Þannig að þetta verður frekar bara eins og svo oft áður í efnafræðinni spurningum að leysa súdóku eða þraut. Já, burt með þetta og þá það oxunartölurnar. Reglur. Og regla 1 var alltaf svo að ef að þið eru með frumefni, óhlaðið efni, sem bara ein einasta tegund af atómum, þá oxunartalan alltaf 0. Þannig að oxunartala fyrir frumefni alltaf 0. Og getum við þá tekið dæmi. Við setja 0 sviga svo að það fari enginn að rugla svo saman við eitthvað annað. Og getum við tekið dæmi. Við getum verið með natríummál, súrefni sem þá á sínu náttúrulega formi, vetni og til dæmis brennisteinn sem þá þetta gula efni á hverasvæðum og þetta náttúrulega formið á því frumefni, S8. Í öðru lagi þá fyrir við að tala jónir og fyrir svona atómjónir þá gildir og þá átt við atómjónir átt við þetta sé þá bara eitthvað eitt atóm með einhverja hleðslu en ekki sameindajón gildir að oxunartala alltaf jöfn hleðslu. Alltaf jöfn hleðslu jónarinnar. Og getum við þá tekið dæmi ef við erum með natríum plus, ef við erum með S2 mínus, ef við erum með ál 3 plus og segjum bara eitthvað mínus annað, bara O2 mínus, að þá erum við alltaf með það að úr því að hleðslan plus, þá væri oxunartalan +1. Og við höfum venjulega fyrir oxunartölur þá setjum við hleðslutáknið fyrir framan, plus og mínus, að við setjum formerki fyrir framan hleðsluna. Væri þá -2, +3, -2.
Þannig að ef maður er svo heppinn í dæmi að fá svona atómjónir, þá erum við bara með hleðsluna. En oft er þetta náttúrulega í jónaefnum og þá getum við alltaf litið svo á að við erum með þá getum við notað í rauninni bara jónatöfluna eða allar þessar reglur sem að gilda jónir. Að ef við erum með jónaefni og þá erum við til dæmis með natríumsúlfíð Na2S og þetta væri AQ, væri uppleyst í vatni, eða hvernig sem væri, þá gæti maður alltaf tékkað í jónatöflur og séð, ok, hleðslan á natríum er +1, þannig að oxonatalan er þá +1 og hleðslan á S er -2 á móti, af því að við vitum það að þegar þessi efni klofna upp þá mynda þau tvisvar sinnum natríum plus S2-. Og þá getum við séð, og þá er þetta í rauninni bara hleðslan +1 og þetta er alltaf sinnum 2, þetta verður með 2 natríum og síðan erum við með oxonatöluna -2. Þannig að oft er það þannig að þið fáið dæmi þar sem að þið fáið gefið sér jónaefni, en ef þið eru með jónaefni sem er málmur og málmleysingi, þá getur maður nota sömu aðferðir eins og að finna hleðslu á í jónaefninu, eins og þið notið þá eins og þið notið þá fyrir oxonatölunar. Þetta er þá þessi grunnregla fyrir atómjónir. En síðan mjög mikilvægt að hafa í huga að við erum með ákveðna fasta. Þetta er svona, þegar við vitum það að járn getur verið 2+ og 3+ og kóbalt 2+ og 3+, þannig að maður getur ekki alltaf verið viss hver er hleðsla á jónum allra efna. En það er gefið út sem með algjöru fullvissu að við getum gengið út frá því að alkalímálmar, þetta er sem sagt undir 2 ennþá, alkalímálmar hafa alltaf, og við erum alltaf undir jónir, alkalímálmar hafa alltaf, og þá er það oxonatöluna, +1 og þá erum við að tala í jónaefnum. Þannig að ef við erum með efni svo natríumklóríð eða Na2S, þá getum við gengið út frá því alltaf að natríum er +1. Ef við erum með jarðalkalímálma, þá eru þeir alltaf með oxonatöluna +2. Jarðalkalímálmar, þeir hafa alltaf, og ég segi alltaf hleðsluna, en það er reyndar það sama, hafa alltaf oxonatöluna +2 og getum við til dæmis verið með kalíumbrómíð, eitthvað í þessu dúr, þá myndum við alltaf vera með það á hreinu. Ef maður er ekki viss hvað efnið sem er á móti natríum eða kalsíum þá getum við alltaf að gefa okkur hverjar þeirra tölur eru. Og ál, Al, og aðrar þá jónir í flokki 3A, að þau hafa oxonatölu +3. Oxonartölu og það er þá +3. Og getum við verið til dæmis með ál tríbrómið, eða álklórið sem er AlCl3.
Og hérna getum við gert hérna, það sem sagt alltaf 0 og hérna erum við síðan með það, við erum alltaf með sama og jónirnar og svo getum við gengið út frá alkalimálmar alltaf +1 í jónefni og eða efnasambandi, já sem þá alltaf jónefnið þetta, +2 ef við erum með jarðalkalimálma, +3 ef við erum með til dæmis ál sem nú svona algengasta efnið í þessum dæmum úr þessum flokki 3A. Hérna, já, svo að halda áfram. Núna förum við yfir í málmleysingjana, þessi efni sem eru þá hægra megin í lotukerfinu, + vetni, þannig að það svona vetni og súrefni og halógenar og kolefni og öll þau efni. Þá eru ákveðnar reglur og ég ætla að fá að taka burtu hingað niður. Með það í huga, það alltaf að stoppa mig. Hérna erum við þá með reglu 3 sem þá málmleysingjar. Þeir eru hérna, ef að þeir eru í jónaefnum, þá eru þeir hérna neikvæðir eða hérna hafa neikvæða oxonatölu. En hins vegar ef þeir eru í sameindaefnum, þá sem sagt allur gangur á því. Þannig getur sagt hérna neikvæðar oxonatölur í hérna, sjá það, hérna neikvæðar oxonatölur í jónaefnum. En sem sagt ýmist jákvæðar eða neikvæðar í sameindaefnum. Það fer eftir í hvert hitt atómið eða hin atómin. Ýmist jákvæðar eða neikvæðar. Oxonatölur í hérna sameindaefnum. En regla númer 1 með hérna oxonatölur súrefni. Það hérna sem sagt við tökum hérna A og það þá súrefni. Að súrefni hefur oftast oxonatöluna -2. Og þetta mjög gott að muna, af því að það eru svo mörg efni sem að maður fær í þessum dæmum þar sem að súrefni hluta af sameindinni. Við getum gengið út frá því að það sé -2, en það undantekning. Undantekning hérna þetta peroxíð. Þar sem að við erum í rauninni með hérna jón O2, 2- sem að gefa okkur í rauninni það að hleðslan á hvoru súrefni hérna -1 en ekki -2. Það getur sagt hérna að þar hefur súrefni þar sem O hefur oxonatöluna -1. Þetta eru undantekningar sem að maður á alltaf að geta fundið út frá hérna efninu sem í efnasambandi með súrefni og það í rauninni bara þegar við erum með vetnisperoxíð sem að hérna H2, O2, við getum sagt hérna versus bara H2O sem þá þetta venjulega efnasamband milli vetnis og súrefnis.
að hérna erum við með hérna 2 vetni sem hefur oxonatöluna +1 hvert sem reyndar liður B og hérna erum við síðan með hérna súrefni og til þess að þetta gangi upp þá verður súrefnið í rauninni að vera -1 hvort sig. Meðan hérna fyrir venjulega þá værum við með 2 sinnum +1 og þá kæmi hérna á móti -2 af því við erum alltaf að tala að oxonatölurnar styttist út hver á móti annarri, alveg eins og fyrir jónaefni. En það sem sagt ef það vetni, og síðan kom hérna þessi regla að alkalimálmar hafa alltaf oxonatöluna +1 og jarðalkalimálmar hafa alltaf oxonatöluna +2. Þannig að ef við erum með hérna alkalimálm eins og natríum og fáum hérna sem sagt natríumoxíð, þá myndum við vera með hérna +1 fyrir natríum og -1 fyrir súrefni. Og væntanlega hérna sem sagt þá algengara við séum með hérna 2 natríum á móti 1 súrefni í þessum svona eðlilegu söltum þegar við erum bara með venjulegt, þar sem við værum hérna með 2 sinnum +1 og hérna -2. Og síðan myndum við vera með hérna, ef við værum með til dæmis jarðalkalimálm með kalsíum CO2 versus það sem eðlilegast kalsíumoxíð, að hérna myndum við vera með að kalsíum alltaf +2 og þetta þarf þá að vera 2 sinnum -1 til þess að þetta hérna styttist út. Ef við erum alltaf að tala að útkoma sé 0 af oxonatölunum, meðan hérna værum við með +2 og -2. Þannig að peróxíð það sem þetta því að það oft þegar fólk sér O2 einhvers staðar í dæmum, þá fer það sem sagt út í það, þetta hlýtur að vera peróxíð og eitthvað svona. En það bara ef að það eru þessi hérna 3 form sem við erum að horfa á. Þannig að þetta var súrefni. Vetni, þar reglan mjög einföld. Það hefur bara 2 oxonatölur, það +1 og -1. Vetni hefur og það þá +1 ef vetni í efnasambandi með sem sagt sameindaefnum. Ef í efnasambandi, þetta sameindaefni með hérna málmleysingja. Þannig að hérna getum við litið á hérna auðvitað H2O sem var komið hérna áður, HCl, sem sagt saltsýra. Og þá getum við gefið okkur það að við séum alltaf með +1 fyrir vetni og svo margfaldum við bara með 2 að því það hér, -2 fyrir súrefni og hérna erum við með +1 fyrir vetni, -1 fyrir klór. En þetta hérna eru sameindaefni samsett úr 2 málmleysingjum. Ef hins vegar og þetta var þá hér +1, ef hins vegar að við erum með jónaefni, þá hefur vetni -1. Þannig að það -1 ef í hérna jónaefni. Sem þá alltaf með málmi. Og hérna kæmi dæmi eins og til dæmis bara natríumhýdríð. Hérna það líka gjarnan að vetni stendur þá fyrir aftan, af því núna það orðið hérna, þetta málmur og málmleysingi og venjulega það röðin. Þannig að hérna erum við þá með natríum sem alltaf +1 og hérna vetni -1 af því það með málmleysingjum.
er með málmi. Þannig að þetta er þá reglan með vetni. Síðan koma halógenarnir sem eru svolítið svona sér á parti. Halógenarnir eru náttúrulega flúor, klór, bróm og joð. Það eru svona þessir aðal. Flúor hefur algjöra sérstöðu því það er rafdrægasta eða raffíknasta efni lotukerfisins. Þannig að það hefur alltaf oxunartöluna -1 ef það er í efnasambandi með einhverju öðru efni. Þannig að ég ætla að taka hérna súrefnið í burtu. Þá byrjum við á því að tala þetta eru það halógenarnir svona yfirleitt og byrjum á því að tala flúor. Það er svona A hérna. Flúor eða ekki kannski A, heldur bara litla E. Flúor, F, hefur alltaf -1. Við getum gengið út frá því ef að flúor er í efnasambandi, þá erum við með oxunartöluna -1 fyrir það. Svo er það hérna hinir halógenarnir, þá er það sem sagt klór, bróm og joð. Hafa yfirleitt oxunartöluna -1. Og þetta er svona miðað við tvíatóma efnasambönd. Þess að það séu þá 2 tegundir af frumefnum. Annars verðum við bara, en þeir geta haft mjög mismunandi sem sagt, oxunartölur. En þessi regla, ef við erum með tvíatóma, þá erum við að tala eins og til dæmis segjum bara HCl, natríumklórið og CCl4. Að þarna í þessum tilfellum ætti klór alltaf að vera með oxunartöluna -1. Hins vegar eru undantekningarnar nema ef þessir halógenar, ef þeir eru í efnasambandi með flúor, að því flúor hefur sem sagt réttin á að vera alltaf -1. Ef þeir eru í efnasambandi með flúor, og þá erum við með ef við erum með CLF, flúor er -1, engin spurning þar, að þá verður klór í rauninni að vera +1 til þess að þetta gangi upp, þar sem við fáum 0 út. Þetta er sem sagt önnur reglan. Hin reglan er að ef það er í efnasambandi með súrefni, þá er oxunartalan líka jákvæð. Nema, sem sagt, ef þeir eru í efnasambandi með flúor og ef þeir eru í efnasambandi með súrefni. Og þetta getum við tekið dæmi
til dæmis bara sameindajón, ClO4 mínus. Þarna erum við með perklórat. Hérna það sem sagt, þá trompar alltaf súrefnið klór. Þannig að við erum hérna með -2 sinnum 4, sem eru þá hérna -8. Og að þetta er mínus hérna, þá á að koma út úr þessu -1. Við förum reyndar, það kemur betur í næsta lið. En þá þarf kolefni hérna klór. Hann verður í rauninni að vera með oxonatöluna +7 til þess að þetta gangi upp. Að við getum sett þetta upp á þennan hátt. Þetta, oxonatala klórs, +4 sinnum oxonatala súrefnis, er sama sem -1. Og þá myndum við fá hérna +7. Þannig að það er óhætt að segja að klór geti verið með margar mismunandi oxonatölur og bróm og jóða sama. Þetta er þá er þessi fyrstu A, B, C og ég held að þá sé þetta komið með málmleysingjana í bili og að næst þá förum við í fjórða regla sem er summa oxonatalna. Og það er það sem ég auðvitað búin að vera að nota hérna, +1, -1 er sama sem 0. Hérna erum við með mínusjón og þá er það hérna -1. En ég ætla að fara núna í gegnum þetta almennilega. Tökum hérna þetta út. Og tökum þá síðasta liðinn, 4. Og þá förum við í það að summa oxonartalna allra atóma í óhlaðinni sameind. Allra atóma óhlaðinni og það er þá bara að summan er 0. Og hérna ég sé að setja hérna 0 til vonar og vara. Og þarna er það sem við höfum verið að tala eins og til dæmis hérna bara fyrir H2O og fyrir hérna segjum eitthvað bara kalsíum CaS. Að hérna myndum við þá vera með það að þar sem við erum með hleðsluna 0, við vitum að hérna vetni er +1 sinnum 2 og súrefni er -2. Og það er þá verið að tala að við séum hérna með að 2 sinnum +1 plus -2 er sama sem 0, af því að þetta er óhlaðið. Svo erum við með kalsíumsúlfíð, sem sagt jónaefni. Og hérna er það þá að við erum með kalsíum sem hefur hérna oxonatalna +2, af því að þetta er jarðalkali málmur. Og hérna erum við með oxonatöluna -2 á móti. Og í jónaefnunum þá getur maður yfirleitt reitt sig bara á jónatöfluna til að sjá hverjar oxonatölurnar eru. Og hérna erum við þá með að +2 plus -2 er sama sem 0. Þannig að hleðslan, hún á hérna að vera jöfn summu oxonatalna og það er 0 fyrir þessi óhlaðnu efni. Hins vegar, ef við erum með sameindajónir, fyrir sameindajónir gildir að summa oxonatalna er þá jöfn hleðslunni á sameindajóninni. Að summa hleðslu jónarinnar
Og hérna, já, hérna var ég með svona dæmi. En hérna getum við þá verið með eins og hérna, ef ég tek 2 dæmi, tek hérna NH4 plus, ClO3 mínus og svo hérna áhugavert að taka líka dæmi þar sem að við erum með hérna 2 efni, segjum eins og til dæmis hérna sameindajón þar sem að við værum með króm, Cr2 og 7, 2 mínus. Minnir mig nú að þessi hérna jón sé, þessi 2 mínus. Allavega, með hérna í þessum dæmum, þá það sem skiptir máli er að við erum líka alltaf bara að finna oxonatöluna fyrir 1 krómatóm hérna, ekki 2. En svona aðalreglan er sú, hérna erum við með hver er oxonatala N, ef að við erum með 4 H-atóm hérna og hvert vetni hefur oxonatöluna +1 og það eru hérna 4 af því að við erum með 4 vetnisatóm og þau eru +1 af því að þetta er vetni sem er í sambandi við annan málmleysingja. Þannig að hérna myndum við þá vera með 4 sinnum +1 er sama sem, og svo að því að við erum með hleðsluna plus, þá er það +1. Og þá myndum við fá, ok, þá verður nitur að vera með oxonatöluna -3 til þess að þetta gangi upp. Fyrir hérna klóradjónina, þá myndum við vera með, ok, hver er hleðsla hennar? Ef að við erum með 3 sinnum -2, hérna fyrir súrefni, þar sem það hefur þá oxonatöluna -2 og að út úr þessu kemur -1. Og þá erum við hérna með -6, þá getur klór bara verið +5 til þess að þetta gangi upp. Þannig við segjum hérna oxonatala fyrir N er -3, oxonatala fyrir klór er +5 í þessu dæmi. Ef við erum svo komið með þessa perklórat jón, ef ég man rétt, þá þurfum við að passa það að núna erum við með 2 hér. Þannig að þá þarf það að ganga upp að 2 sinnum þetta hérna krómat +7 sinnum súrefni, sem er þá -2, er sama sem -2. Þannig að hérna erum við komið með hérna -14 og þetta þarf þá að vera til samans hérna +12. Þannig að þá myndum við vera með +6 fyrir hvort króm hérna atóm. Þannig að það er alltaf það sem við verðum, það er ekki verið að falast eftir því að fá hérna króm hefur oxonatöluna +12, heldur er það þá 2 sinnum 6 sem gefur +12, en fyrir hvort króm atóm þá erum við hérna með 2, erum við þá með +6. Ég ætla þá að taka, býttu við, þetta eru orðnar 44 mínútur. Er alltaf ekki ágætt að taka þetta bara allt í einu. Ég ætla að taka hérna 1 dæmi úr kaflanum og síðan sýnidæmi. Þá bara helst þetta allt saman og þá lít ég nú á að þetta sé sem sagt svona komið fyrir utan svo þá dæmatíma sem ég mun taka upp á YouTube fyrir 4. bekk. Hérna ætla ég þá að taka dæmi þar sem við erum með hérna dæmi úr kafla. Og hérna er spurt, hver er oxonatala niturs? Niturs, sem N. Og það eru 2 efnasamband sem við verðum að spyrja um.
Annars vegar það álnítríð og hins vegar erum við með saltpéturssýru, HNO3. Hérna getur maður gengið út frá því að það sé alltaf, ál alltaf +3. Það í þessi fasti sem var gefin hérna í reglu 2 oxonatölur. Og þá getum við sagt það, ok, að ekki þetta heldur, að +3 + oxonatala niturs sama sem 0. Og líklega flestir hafa séð í hendi sér að rétta svarið þá hérna -3. Þannig að oxonatala niturs -3 hér. Hérna erum við komið með þá 3 efni. En vetni og súrefni hvort tveggja eitthvað sem við þekkjum. Hérna erum við þá með +1 fyrir vetni, 3 sinnum -2 fyrir súrefni. Og þá hægt að segja að +1 + oxonatala niturs +3 sinnum -2 sama sem 0. Hérna erum við náttúrulega komið með -6 +1, þannig að hérna þarf oxonatala niturs að vera +5 til þess að dæmi gangi upp. Sem sýnir það að nitur eins og klór getur verið með mjög mismunandi oxonatölur. Að lokum ætla ég þá að taka sýnidæmi og æfingadæmi úr kaflanum. Þetta var sýnidæmi 4.8. Og hérna beðið að finna oxonartölu fyrir brennistein. Brennisteins í eftirfarandi efnasamböndum. Og þetta eru hérna 5 dæmi, það sem sagt A, H2S, B, S8, C, SCl2, D, natriumsulfíd, SO3 og E, og hérna kemur nú ein jón, sameindajón, sulfatjónin, SO4, 2-. Og þarna myndum maður byrja því að segja hérna í A, ok, það hérna, S alltaf óþekkta stærðin, hérna erum við að tala vetni sem að tengist málmleysingja, það það +1 sinnum 2 og þá myndi brennisteinn vera -2. Eða ef ég set þetta upp, þá það sem sagt 2 sinnum +1 + óþekkta stærðin sama sem 0. Þannig að hérna fengjum við -2. Nú eins og ég nefndi hérna eitthvað fyrr í fyrirlestrinum, hérna erum við með frumefni, þetta bara brennisteinn. Þá myndi oxonatalan vera 0. Svo var hérna önnur regla í sambandi við málmleysingjana, að ef að við erum með tvíatóma sameind, sem 2 tegundir af atómum, þar sem að klór kemur við sögu, þá oxonatala fyrir klór -2, svo lengi sem hérna hitt efnið ekki flúor eða súrefni. Þannig að hérna getum við gengið út frá því að þetta sé 2 sinnum -2 og þá myndum við fá hérna +2 fyrir brennisteinn. Eða ef við setjum þetta upp að brennisteinn +2 sinnum -1 gefur okkur 0, að þá myndum við fá hérna +2. Þar við komið -2, 0, +2. Síðan erum við komin hérna með 3 efni og hérna getum við gengið út frá því að natrium, það alltaf +1
Það var þessi regla með alkalímálmana. Súrefni væri -2, engin undantekning þar. Þannig að það er 3 sinnum þetta og hver þá mismunurinn. Hérna getum við þá sagt að 2 sinnum +1 plus óþekkta stærðin plus 3 sinnum -2 og allt er þetta sama sem 0. Þannig að hérna erum við bara með +2 -6 og hérna verður þá brennisteinn að vera +4 til þess að þetta gangi upp og verði 0. Að lokum er þá eitt dæmi sem að er sameindajón. Þannig að hérna fáum við að brennisteinn +4 sinnum -2 er sama sem -2. Þannig að hérna erum við við erum með 4 súrefnisatóm, hvert sig -2. Þannig að hérna erum við með -8 og útkoman á að vera -2, þannig að þá er nóg að segja +6 og þá erum við komið með rétta oxónutölu fyrir brennistein. Þannig að hérna eru 1, 2, 3, 4, 5 mismunandi oxónutölur fyrir brennistein. Og maður sem sagt reiðir sig þá alltaf á þessar reglur að finna með einhverju útilokkunaraðferð, hvort sem við þekkjum H eða O eða klór eða vitum að frumefnið gefur 0, og þá getum við fundið þetta út. Svo er ágætt æfingadæmi líka, þar sem að við komum með örlítið flóknari sameindir kannski, en þetta verður svo sem ekkert fáránlega erfitt. Æfingadæmi. Hérna erum við með, fyndu oxónutölu rauðu atómana. Hérna erum við með A, B, C, D og E. Ég ætla að byrja hérna bara á A, þar sem við erum með P2 og 5. Og B. Hérna var það natríumhýdrið. Þannig að hérna erum við að finna í þessum fyrsta, þá eigum við að finna oxónutölu fyrir fosfór og hérna erum við auðvitað með oxónutöluna -2 fyrir súrefni, sinnum 5, þannig að við erum hérna með -10. Hérna erum við þá með 2 sinnum eitthvað og það gefur okkur 0. Þannig að þegar við erum með 2 hér, þá þarf að passa sig að láta þessa 2 koma hérna inn í jöfnuna. Þannig að 2 sinnum oxónutala fosfórs plus 5 sinnum -2 er sama sem 0, af því að þetta er óhlaðin sameind. Og þar sem að þetta hérna gefur okkur -10, þá þarf þetta að vera +10. Þannig að hérna værum við þá með að oxónutala fosfórs er +5. Það er þá svarið. Fyrir natríumhýdrið, hérna erum við komið með vetni sem er tengt málmi og þá er reglan svo að það verður -1. En hérna á maður sem sagt að gefa sér, ok, ég er hérna með natríum, það er fast alltaf +1, þannig að vetni þarf þá að vera -1 á móti. Eða að +1 plus er sama sem 0 og það væri þá -1 hér. Síðan erum við þá komin að lið C. Þarna erum við með C. CR2 og 7, 2-. Líklega var þetta eitthvað dæmi sem ég tók áðan, en jú, það er vel að merkja að króm á að vera með rauðum
Og þá erum við að velta fyrir okkur 2 krómatóm. Hérna eru þá með 2 sinnum þessi hérna svíi pluss 7 sinnum mínus 2 sem þá oxonatala fyrir súrefni sama sem mínus 2. Hérna erum við þá komið með pluss 14. En þetta hérna til samans náttúrulega bara að vera pluss 12. Þetta ekki pluss 14 heldur mínus 14. Þannig að pluss 12 mínus 14 eru mínus 2. Og til þess að það gangi upp þá myndi oxonatala krómsvöru pluss 6. D. Hérna erum við komið með tinbrómið, SN eða BR4. Hérna getum við gengið út frá því að þegar við erum með tvíatóma sameind að halógenið bróm hafi þá oxonatöluna mínus 1. Sem var svona reglan þar, svo lengi sem að það tengist ekki súrefni eða flúor, þá getur við gefa okkur það að það sé mínus 1 ef við erum með svona 2 sameindir. Og þá hlýtur til að vera pluss 4. En hérna myndum við segja að við erum með þetta pluss 4 sinnum mínus 1 og þetta sama sem 0. Þannig að hérna fáum við bara pluss 4 fyrir tin. Já. Og já, ok. Ég á víst að byrja á öðrum tíma. Var baríumhýdrósíð og hérna er það O2 sem að við erum með mínus 1. Þetta undantekningin, en það næsti tíma byrjaður, þannig að ég verð að stoppa þetta. End